Komin hérna tilbaka vegna smá tæknierfiðleika hjá Vodafone, það datt út allt net hjá okkur. Eins og við sjáum það breyttist við líka í litla bangsa í leiðinni og það er bara það sem gerist þegar maður bíður allt of lengi. En staðan endaði í 12-12 í leik FB og FG. Þannig við erum bara að fara beint í overtime. Ha, strákar, hvað finnst ykkur um þetta? Þeir eru hættir að svara mér. Jæja, við reynum að breyta þeim aftur tilbaka. Farið í sófan eitthvað, drengir. Við erum tilbúnir í æsispennandi leik. Þetta verður þá 12-12. Vonandi erum við að sjá hérna, ég með sem auka hirtnatóli hérna ef ykkur ætlar að gera eitthvað með þetta. Þeir eru allir bara komnir inn á server eins og við sjáum hérna vinstra megin við okkur. Það lenduði reyndar í einhverjum erfiðleikum sem sagt í seinasta rándinu. Staðan var vist 1-3 þegar einn leikmaður datt út staðan, og það voru 1-2 og endaði síðan í 12-12 sem er alltaf bara óheppilegt, en reglur mótsins segja náttúrulega bara ef að rándið komið það langt á leið. Það er ekki tekið það neitt tilbaka, ekki hægt að vera eitthvað að þiffa það. Ófyrirsjáanlegar aðstæður líka þannig. Algjörlega og eins og ég segi, það er rosa lítið sem að maður getur eitthvað verið að reyna að backtracka þannig ránd. Þannig að staðan 12-12 og hvort það hafi verið FG sem var komin með hérna 12 rándur undan. Já. Þannig að FG hefur verið með eitthvað divine luck, DDoS af Vodafone eða hvað sem þeir gerðu til að koma þessi 12-12 en það alltaf virkaði. Þetta er alltaf staðan núna. Þannig að við bíðum bara eftir að þeir eru tilbúnir og við erum alltaf... Þeir eru náttúrulega leiðin tilbaka eftir að kveikta í servernum, eða ekki? Jú, hann er að keyra. Já, en þetta ætti að byrja svona innan við mínútuna, þessi leikur. En við sjáum alltaf bara skorbortinu. Nokkuð jafnt bara á milli liða. Þetta er búið að vera bara, þú veist, eiginlega kenni ég bara þér um þetta. Mér? Þú vildir OT-leik. Þér að kenna. Ok. Þú vildir OT-leik og þú sagðir 16-14. Þú vildir að við myndum vera hér fram á kvöld, þannig að strákar, við erum að fara að setja sokku upp í ykkur báða og þegar maður hætti að spá fyrir hlutum eins og segi, ég býð inn á nálægt, ég fer bara og sækja kotta fyrir okkur. Já, að gera. Við erum bara næs. Að gera, en hérna byrja fyrsta rándið, komnir af stað. Hendi einhverja handspringur hérna B-miðinni eins og þeir eru vanir. Nóbías komir inn í línu en Arnarhugur bara sér það, tekur við honum. Já. Audio komur á línuna, veit að það er einn nálægt sér, kastar handspringur í hann. Guaro, Tryggvi, tekur hann bara með mollanum, rífrakkar sjálfan sig. 4-3 og byrjar að fikra sig átt að hérna B-take, 3 í B-main. Hann hittir ekki. Tekur mikinn skaða með 19 líf, reynar fljótar að taka hann í baki, þetta er alltaf fíti hérna einn á B-inu, tekur línuna, reynar með hann líka og 4-1 hérna. Hann fyrir kastaði hérna út, en núna er þetta allt á honum Gogga sem kemur frá gegnum sítspánið. Vægast sagt erfitt ránd til að ríteka eitt hérna. Hann á hver að halda. Já, þú veist, ég held að þú vitir eiginlega bara þegar þú ert eiginlega ekki að fara að ná að gera neitt skaða á peningin heldur, ekki, það eru bara 3 ránd, þannig að þetta er gott ránd í FG, nokkuð samfærandi. Sér líka, þú veist, það getur tekið ofta á hausinn, sko, þegar þú lendir í svona svakalegri pásu og... Já, líka bara, þú veist, að þeir voru 3 yfir, skilur. Eitt eftir út, þá er þetta 1 og 2 og sen er klötsað á það, skilur, og þið líður kannski smá svona eins og það hefur verið svikinn. En það er ekkert í því að gera, þú verður bara að gleypa það stolt og halda áfram, sko. En FG allavega tilbúinir í leikinn. Sýnist Guaro aftur verið að nálgast þessi 30 kill sem hann er vanur. Vill bara vera þar. Hvað, 25? Já. 25 mann, 3 á B-inu, 1 á A-inu og þetta er bara sama standard default round frá FG. Ætla bara að vera hérna aftarlega, bíða eftir pushinu sem kemur, reynar, tekur 1, ekki svarar og Júkur Molli hérna í mappins af Núbis. Það var bara fínt fyrir Terran að vera 4-4 og aðeins meiri tækifæri, meiri opnanir til að vinna með Nóbías hérna hins vegar einn á miðjunni. Er að fara að lappa í þessa línu.
Gengur á skotinu. Gott flastana til að koma sér fyrir hotnið. Tekur hins vegar mikið skaða með 9 líf þarna eftir á myndinni. Þeir alltaf bara hjóla í hann sínist mér. Tryggvi með flash. Smóku komur fyrir. Núna þurfa þeir að ákveða. Vilja þeir fara B eða A. Ætli ég veit af því að þessi lára Þeir eru að bínu. fara á B-ið, keyra hérna yfir. Þeir eru að hlaupa, búið að heyra í þeim. Einn í vatninu. Þetta er gott. Það er verið að samloka á því hann eini. Kíkir einn, vita einum. FB næri einhvern veginn að snúa rándinu við. Nobias með 2 þegar hann er með 9 í líf. Bara einn eftir Leo. Hann er með bombuna. Fattar hann að heyri í einum. Næri öðrum. Fyrir plantið. Veit ekki af 2 allavega. Veit af einum. Sá hann. Flassar, gott flass. Fyrir línuna. Leo! Ef það var einhver maður sem gæti gert þetta, þá var það hann Leo. Hinn hógværi Leo. Hógværi Leo. Hann er svo hógværi, það er trúið. Ég eiginlega bara, já. Reynum bara öll að vera eins og Leo. Já. Nema þú veist kannski einum manni betri en Leo. Þú veist, drepa 4 í staðan fyrir 3. Já, klári rándið. Klára rándið. Þá hefðum við verið að tala um alveg ránd. En núna 1-1 hérna í overtime-inu. Og liggur mikið á hérna á FG að vinna þetta ránd. Svo við vitum, terrorist helmingurinn, bara auðveldari helmingurinn í þessu korti. Þetta gæti eiginlega ekki verið tæpara. Nobias í vondum málum hérna. Þeir sjá hann ekki alveg, hann rétt sleppur. Og kremsa hérna. Þarna slapp hann rétt svo Nobias. Tvísvar verið það. En Hjálpa bara hérna, situr í hotninu, býður eftir einhverju ádjó, er að fara að lappa í línuna. Er eitthvað kýtlan, það er ekki alveg að tengja. Hægt ránd hérna núna, bæði liða þreifa svolítið fyrir sér núna. Já. Nei, aftur, Geir á skotinu aftur. Arnar ekki alveg að finna þessi frögg hérna á vapparum eins og í þessum overtime. Já, svolítið djarfur, gott skot hjá Arnari, hinn keyrir út, nær hann öðrum. Nei, Leo svara því. 3-3, allir aðeins, við vita ekki að Goggi tekinn hennar Leo. Við erum með fullt util til að heyja á þessu retake, spurning hvernig þeir byrja að nota það. Þeir eru ekki byrjar að kasta það út ennþá. Leo hins vegar búinn að smóka, Hjálpa smókar hérna megin. Góðu molli. Það hittir ekki, þurft að hitta þessu skoti. Nei! Leo. Ég sé alltaf vera einu manni betri en Leo. Einu manni betri en þessi Leo allavega. Ég þekki annan Leo sem er á öðru kaliberi. Humunugur. Staðan 13-14 fyrir FB núna. Fara að líta vel út fyrir þá. Og núna sjáum við hvað þeir galdra. Mig grunar þetta er að... Nei, ég ætlaði að segja mig grunar þetta að gera eitthvað hratt. En núna Átjó komin á vappan hérna. Þannig að líklegast eitthvað að fara að spila hægt í kringum hann. Já. Sýnist þeir Einar alltaf að fara í tengi hérna með hvað hann... 2 vappar. Það eru örugglega að fara að mætast í tenginu. Nú er bara spurning hver er á undan. Er það fyrir að vera Átjó eða Einar? Jæja, Goggi tekur hann bara. Sýndist þeir báðir ekki að veit skotinu og sem kemur bara Goggi með AK-an og tekur hann út. Já. Ættur rólega komnir hérna 5 fyrir utan æð, execute að fara að koma inn
Engin Quaromáli eða hvað, jú, er kannski ekki klúður. Já. Klúður á málunum. Leo og Arnar Hugi taka á móti þessu bara einstaklega vel. Allt núna á Fíti. Farklasi hérna. Hvað gerir Fíti? Já. Flottir fer á línunni. Staðan 14-14. Leo Var þetta ís eða? Leo er búinn að stíga upp hérna. Var þetta ís? Nei, hann tók 4. 4. Arnar náði einum á leiðinni. Leo núna komið með 31 fragg hérna og leiðir leikinn sem topp fragger. Kemur ekki á óvart. Ég spáði 16-14. Ég vill ekki heyra það sko. Ég vill ekki heyra að þetta fer í 16-14. Fortnite Division 12-11. Ég mun örugglega heyra það næstu mánuði ef það er staðan sko. Manstu þegar ég... Við verðum báði veikir. Reynar! Nöggur í lína, hann ætlar að kíkja aftur. Ætlar hann að bakka? Nei. Einhverjum fjútinn þarna. Hann hefur ekki tíma í það. Jumbo í góðri línu, nær einum. Ljótar að svara Koaru. Þú verður að taka bíð. Og Tryggvi og Leo og Luciano hérna eftir. Þetta er alltaf erfið retake, samt fullt af utility eftir hjá FB. Þannig að mig grunar að þeir eru bara að fara að vera svolítið fastir hérna. Gefur annars smókur. Heilt bara inn í gegn. Koaru nær honum. Níkilaður. Klára skotin og Goggi Feiti fljótur í línuna. Tekur það staðan 15-14. Og núna er allt að gerast. 16-14 draumurinn er lifandi. Ég heldur betur. Ég held að við þurfum að vera í fríi næsta miðvikudag ef það reynist rétt. Já, við getum sleppt í að mæta, við bara spáum fyrir og það lendir. Já. Við erum búin að vera bara on fire. Ég segi við, það sem við erum með teimi, skilur. Allt við því segir, glæðir í gegnum við, sko. Við erum í þessu saman. Við erum í þessu saman, sko. Mitt. Þetta er liðsport. Já. Hérna, Reynar. Nei, já, ekki kíkja á þetta. Ég myndi ekki kíkja á þetta. Átjó, tekur Arnar. Flass, nei. Lítur vel út fyrir FB. Núna, 2 barnir. Núna er þetta alltaf Jumbo. Nær, ekki gera mikið úr þessu. Nær einum. Tryggvi komin hérna út. Molli, hinum með við. Þeir eru ekki að fara að hreinsa hann, held ég. Jú, vita á hann núna. Flass er komið út. Molli, núna alltaf Leo. Og 16-14. Hver hefði getað spáð fyrir því? Já, enginn. Ég þekki engan sem hefði getað spáð fyrir þessu. Ekki einn mann. Mér þetta er alltaf ekki neitt í hug sem spáði akkurat 16-14, en 16-14 fór þetta. Ok, ég skal klappa fyrir þér. Vel gert, frábærlega spáð. Ég spáði líka 16-14, en það var bara í leynubókina mína sem var í, Já, ég hugsaði á hann sko líka. Það var með ósynlegu bleiki. Mitt, sko. En... Manstu ekki, ég hugsaði til þín á hann? Jú, ég fekk það. Við vorum allar á sömu blási. Þetta er, eins og við segjum, liðsport og FB tekur þá Counter-Strike. Staðan þá orðum 1-1. Já. Það ekki? Nei, er þetta ekki 2-0 fyrir FB? Ég man það ekki. Hver var FB? Við vorum off svo lengi að þið netið datt út. Rocket League. Nei, 2-0, já, auðvitað. FB tók þarna, komnir í úrslit. Jú, ok, það er bara samfærandi. Þá er það bara Fortnite eftir hérna leikmaður leiksins. Þú veist, við varum að tala um Sigurvera, Koaru, Leo, frábær. Eiginlega bara bestir. Auðvitað. Eiginlega bara bestir að það inn á Leo. En Koaru strong second, alveg klárlega. Ef hann hefði heitið Leo þá hefði hann mögulega verið ofar á listanum hjá mér, en... Leo bara með bestu frammistu sem ég bara sé, það æði okkur. Það er sem ég er að segja, Leo frábær leikmaður. Við munum sjá meira á honum vonandi í framtíðinni, örugglega bara fara besti leikmaður úrvalsdeildarinnar með það sem við sáum hér í kvöld. Bara Evrópu. Já, ég meina, hei, við skulum bara hafa þetta hátt. Þakkið er hátt fyrir þennan mann, það er ekkert sem getur stoppað hann. Við ætlum eins og að taka stöðuspásu á meðan strákarnir gerir sér tilbúinir í Fortnite. Staðan 2-0, FB er núna búin að tryggja sér inn í úrslit gegn Tekno. Hann að, Við þurfum ekki að spila, hann segir bara hvernig þetta fer og... Já, við bara horfum bara á hann og hann bara græðir þetta. Það er bara svolítið staða núna, ég veit ekki hvað ég er að gera hérna. En tökum stuttu pásu á meðan strákarnir gerir sig klára í Fortnite.
Hæ, við erum FB og þetta kynningarvídeóin okkar. Sælir, ég heiti Matti og ég er að spila CS. Hvað segir Matti? Hver er uppáhalds pizzaðin? Hvers slags spurning er þetta eiginlega? Hvað er þetta að spyrja mig þessu? Eitthvað fyrir eins og Fortnite. Horfur eitthvað á CS, mennilega? Nei. Gerur eitthvað annað en að spila CS? Nei. Ok. Hver er hann að vinna frís núna í ár? Væntanlega FB. Ok, við erum P-side. Það er einn CTA, það er einn con, 2 short, 1 B-side. Hvað er best að gera í þessari stöðu? Að hitt. Af hverju? Það er að stakka B. Nei. Rush B. Bro. Vídeó sem ég hef á æviminni séð. Í rusli með tækniskólan segir FB sem eru búin að tryggja sér allavega inn í úrslitin hérna í kvöld á móti tækniskólanum. Nú sjáum við hvort að The Trash Talk er að fara að borga sig hérna. Í leikinn sko. Já, ég fíla alltaf smá bandir á milli leikmanna, þannig að þetta er góður húmor í þessu, elska þetta og líka gott þarna. Rush-B. Já. Svarið er alltaf Rush-B, þetta er alvöru CS maður. Það er þetta í Rush-B sko. Já, Rush-B, always Rush-B. Ég er að fíla sem að þessum kynningavídeó, sko, það er alveg... Já. Það skal samt ekki ná að rífa tækniskóla. Já, tók blaðið og reið á ég veit ekki hvað það að gera. Eina sem var eftir á blaðinu var tækniskólinn, sko. Ég hefði klálega hendi annað take þarna, gerum þetta upp á nýtt, þetta var weak. Það þarf að prenta út þarna blað þá og... Já, þetta var svona næstu blaðið búið að rífa hand. Þetta var svona það En Fortnite að fara í gangi hérna. FG fær nú allavega tækifærið þá til að reyna að detta ekki alveg út í 3-0. Smá heiður í húfi fyrir þá. FB gerir það fyrir þeim sem bara alveg sama á þessi tímapunkti, en kannski ekki. Kannski vilja þær bara vinna 3-0 og setja stimpil og... Vilja bara sína sig. Já. Allavega strákurum í Fortnite hjá FB eru klárlega þarna til að vinna. Það er bara þannig. En þá byrjaði þetta og þetta er bara sama format og vanlega. Fyrstur upp í 12 round. Já. Hvað segir Fortnite sérfræðingurinn minn? Já, Steingrímur? hvað segir hann? Já. Ég er Rocket League. Það er ekki ég, sko. Ég kalla þér herra Rocket League. Já. En þarna eru þeir... Ég get svona lítið sagt, ég til að sá hvoru hliðin. Þetta er byrjað, en það er eitt sem situr hann bara sem jólatrí. Já. Vissulega eru jólatríin ekki þekkt fyrir að... Já, þeir byrjuð ræðar en þeir átt að gera. Jumpstart. Já, það er bara eins og það er... Það er hérna 5 sekúndar refsing og keislaði gegnum pittin, sko. Það er bara þannig, sko. Þetta er vægt svindl. Þú ættir að vita allt um svindl með við samræðirnar á hann. Við kallum hann herra Vakkbann hérna í frá. Það er fengið Vakkbann? Nei. Ekki, ég fekk einu sinni. Það kemur ekkert óvart. Það er húðflúrun sem þú ert með. Þetta er bara, þú ert bara posterboy fyrir Vakkbann. Það var á accounti sem ég bjóðs að Lukkustók. Sko það. Þessi húðflúr eru vægasagt hræðilega. Nei. Besta er að ég get ekki gert þetta, sko. Nei. Það er bara með hálsunum fyrir staðinu. Já, akkurat. En flott flúr, nonetheless, það er bara, það mitt er ekki alvöru, ég er með svona ermi sem ég fyrir í. Já, þú tússar þetta hverjum mánuði, ekki? Jú. Já, ég ger líka. Já, það er bara, maður þarf að passa upp á húðuna og líka með krakka mínir, það er bara þannig. Ég er að horfa á því á skjálfum, sko. Á mig?
Ég verður bara að byrja í pitturinn, sko. Það kemur alveg svo galsíman ef maður er búin að vera of Já, lengi í úrvalli. alveg klárlega. Þetta var alveg næstuði bara klukkutími og sátum við hérna og gerðum ekki neitt, sko. Nema kúra, auðvitað, Já, það er bara það sem við já. gerum á milli leikja, á milli mappa, sko. Ég var Leo fór mér sleik, sko. Þetta átti ekki að fara bein út sinni. Ó, Jæja, Já. við skulum hérna... Nei, við erum bara slækir. Býðið eftir að strákarnir hefði hennan æsi spennandi Fortnite-leik. Þú varst líka bara að sjá. Þú fór með? Já. Hvað er það? Já, dóttir mín gaf mér þetta. Mm. Hún fekk að velja Frozen flúrunum til að sitja á mig og ég fekk vægast sagt ljótasta Frozen tattoo sem hægt var að fá. 3 karlmenn sem heldu allir svona utan um hvern annan. Það var eina sem ég átti skil ekki reyna og hún tímdi ekki flottu flúrunum á mig. Nei. Skil það reynda mjög vel. Bessin bara... En þetta er líka bara leið að maður er rónin pabbi, ég þekki það líka. Maður fær bara ákvæða. Þetta eru liðin í Fortnite. Bara hannig, Mitigate, Vulture, Adam, Nobias aftur, Skúlmundur sem var í Rocket League, Núðlabi og Goggi sem var í CS, Hjoppo í CS-liðinu, Reynar líka í CS-liðinu, Andri Jónsson og Eva Ginge. Og Aging E. Já. Ég meina marga, eða í... Nei, ok, ég ætla ekki. Ég ætla ekki að segja meira. En þarna, já, þetta eru line-upin. Við erum margir góðir skjótarar þarna í FG-liðinu. Vonandi góðir byggjarar líka. Og vonandi góðir byggjarar. Það er... Já, það er, ég veit að það er ég er að hafa slæma áhrif á íslenskuna þeirna. Fín húsasmiðisbraut í FB, sko. Já, akkurat. Já. Við erum... Núna sjáum við, FB vinnur, þá klárlega er það staðurinn til að fara ef þú ætlar að vera í smiðin. En hérna byrjar að velja loadoutinn sín og við erum að byrja eftir eina og núna. Ó! Ég sé, þetta er bara, það er spátumur í okkur öllum strákar. En við erum að fylgjast með honum Vulture Mythic hérna til að byrja með. Og þetta er ekki þinn maður? Jú. Það. Mikið að byggja, enginn búinn að falla ennþá hérna. Stekkar þetta fram af sínum mér, nærberðin sér. Já, búin að finna eitt prófan af hana saman. Takka hérna Magga, King, konungsfjölskyldan, búin að missa einn aðeim. Vulture tekur í bakið, Andri nær honum. Fljótur að svara. Þetta er Andri Jónsson, var hann ekki líka í hérna Rocket League? Jú. Já. Þú hjálpaði vinnur. Það voru miklu meiri læti í það að taka einn náttúrulega þú hefði betur bara nærrað, sko. Þetta var laumunlerri. Drunur í allir húsinu hérna. En þetta er núna alltaf hérna á Andra. Hvort að hann er hérna að bjarga þessu rándi. Komnir á jarðhæðina. Já. Tekur hann hana Skúlmundur með þetta. Það var 1-0 FB. Já. Önnur umferð byrjuð. Þetta er vægast sagt chaotic hérna í byrjun. Skúlmundur búinn að vinna einn hana. Hér hliðin á honum, eitt fyrir ofan. Ég get ekki séð betur en þessi bara nokkuð jöfnlið. Já, mér sýnist það. Hvað segir herra spámaður? Viltu spá fyrir hvert þetta fer? Það sé að það fari 12-9 fyrir FB. Já, en þú, spámaðurinn sem ég var að tala við í alvörinni? Já, ég er bara... Vorum við ekki svo saman, eða? Jú, við verum teimi. Þetta er teimi, þetta er lið. Hann er að taka skaða hérna á hringnum, er þetta þess virði? Já. Veit ég ekki alveg að þeir búast ekki við honum alla með 8 í líf.
Allt hérna Skúlmundur, Lár, Voltjör með eitthvað í kringum 2 í líf. Hann er farin inn í sundsbrett, hann Goggi. Það er gott að vera með kúta. Já. Nær hann þessu? Nei! Nei, hann er fallinn þarna. Með 2 í líf. Hann Mítik. Ekki að, það er bara kýlt tærnar okkur öðrum hérna. Þetta er, já. Vel gert hana hjá Hjópp og situr þetta í 1-1. Já. Það var one-pumpa nú. Já. Þetta var næstuði bara allt í einu. Er hægt að one-pumpa í Fortnite? Já. Alveg bara... Alltaf. Já. Það er ekkert annað. En, já. Byrjar hægt. Þessi umferð. Hjóbúinn er að tengja hana vel. Já, nær 167 á honum. Hann að frá hann aftur 32, nær hannu niður, Maggi, fallinn hjá FG. Þeir eru svona að leita af þeim. Þeir eru búin að finna hann, sjá hann að gera það henni bak við steinin. Það sé ekki bara Mítik eftir og... Eða klára, hann er að beita upp til sín, sko. Þú vilt alltaf vera gæinn sem tekur á mótið þeim fyrir hann. Já, akkurat. Hann gerir alltaf vel að halda þessu á lífi hérna á móti tveimur. Já, FG vissulega ekki, því það er ekki 2 í 1 á, hann getur verið að skiptast á. Já, akkurat. Ég býður hann upp á 1v1, sko. Þeir eru alltaf bara að bíða eftir að hann klári bara allt byggingar eftir sig. Það er alltaf byggja prísinu. Nær tengja hann von á hann. Já, þarna náður honum. Og FG 2-1. Í mótar hann á hann. Það er bara þannig. Nýhjörðum að sæðilu. Já. Þetta er orðið bara svona Fortnite hefð að þetta er eitt gott ímót. Tíkur hann að? Já, Vel gert þarna. Nær honum Hjópp og fáum að fylgjast með Andra núna. Maggi tekið niður. Allt á Andra núna. Ekki mikið sem hann getur gert hérna. Lár og með hrækamenn í kringu sig. Vann einn. 2 þarna inni, þetta er slagur sem hann vill taka. Það er bara verið að taka. Já, ekki mikið annað í boði. Name of the game. Name of the game, það er bara þannig. 2-2. Það byrjaði aftur Skúlmundur fyrir FB. Líkin er á Andra. Já, ekki lengi að gerast. Það er að tengja hana vel hann Skúlmundur. Eftir Skúlmundi hana. Nær hann að Magga. 3-1 núna. Og FB tryggir sér hérna 3. rándið. Gera vel úr þetta. Já, algjörlega nær að fella Magga. Maggi veit sér frá við yfir hendur á freyju, sko. Veitu, fer maður kveiknar svona rautt á maður þegar maður er að frekja það? Fyrir þetta skinnum bara. Já, þessi allan, nei, ég er að tala um bækinn hans á Godzilla skinni. Það er bara á þessu skinni. Já, pretty cool. Cool features að vera með eitthvað svona auka. Ég er að spila þetta með reiknum út á bækinu. Svona tala á ég hvers með erum að dreifa. Já, telur hún, er hún svona krakkir? Já. Æ,
samfærdari umferð hérna hjá FB staðan 4-2. Gúlmundur komin í vandræði hérna, nær ekki að forða sér. Og byggði sig. Já, og þeir alveg bara keyra niður, en ná að bara taka Magga á móti. Fylgir sérna með Mythic. Taka mikið skaða, já, algjörlega. Það er eitthvað aðeins að hýla sig, en sér það fyrir ofan sig. Það var góð að koma hjálpina. Bettuna sig því. Já. Þeir eru að sýta þessu sundir hann, finnur hann þarna, nær ekki að tengja. Bara með öll svörum í þessu brunum hans. Já, vel gert hjá Andra, finnur Mythic hérna og núna einn Goggi Lár. 3 HP. Já, hefur hann tíma til að hýla eitthvað. Sýnist að búið byggja vel yfir sig. Þessi kannski eitt fisk líka. Svo við sjáum við þarna, fiskur góður fyrir heilsuna. Já, það borða fisk og fara allavega 40 HP. Já, ég myndir þetta ekki mæla með að borða bláan fisk kannski. Svona bláan allavega, neonbláan. Þetta er eitraður fiskur, það get sagt ykkur það mikið. Jæja, finnar hann einn, en þá ná FG rándið tilbaka, staðan 4-3 fyrir FB núna. Stelgir hérna með Hjöppo. Sem tekur mikið skaða hérna frekar snemma í umferðinni. Sér smá svona í metunni, þú veist að fólk oft svona forðast barndagana frekar hann að taka það. Já, byggja meira og hlaupa í burtu og... Þú vilt alltaf vera gæmlega tegur á móti barndagana. Já. Og snýst þetta líka mikið það að eiga bildin. Já, þú ert kannski að reyna að búa til virki í kringu þig og vilja fá það til þín. Já, akkurat. Hjöppo allavega ekkert að gera rosalega mikið en að bara svolítið eitthvað rólegur til að byrja með. Sér núna í skottið á Godzilla þarna. Nærtengja gerir mikinn skaða á Gúlmund. Komni líka hérna fyrir ofan. Gúlmundi var tekinn út og Hjöppo finnur annan, tengir vel, nær honum, 4-4 núna. Já, vel skotið hann ofan á. Þetta er nóna Skúlmund. Nægir ekki að hitta. Nægir ekki að hitta Skúlmundu mögulega bara með hann. Nei, nær honum. Alltaf Hjöppo einn eftir á móti 2 sýnist mér. Það er að halda honum aftur. Já, það er alveg góðan skaða á hann, hann brýtur skjöldina. Er þetta einn á einu? Já. Sama á hann. Nær að gera mikinn skaða hann. Búinn að brjóta alla skjöldina og nær honum. Tryggir 5. rándið fyrir FG.
Byrjar hratt, Goggi tekinn út hana strax í byrjun. Hjöppo að gera mikið skaða hérna. Komin í innvíi. Alltaf líka bara fyrstur upp. Já, algjörlega, byggir svona ónað og lokar það af. Þessu ykkur byggikeppni hann að nærra. Fekk hann í bakið. Já, eða það? Já, þetta tók alveg mikið skaðan og byrjar að forða sér, ætlar bara í að hýl. Hefur ekki tíma í það, Nýpík fljótur að skjóta hann niður. Mér er að kalla hann Vulture frekar. The Vulture. Þeir eru á þættinu hérna Brooklyn Nine-Nine. Já. The Vulture. Já, hann kemur bara þegar hann er að 2 HP eftir og... Já. Ég náði honum. Jæja, staðan 6-4 fyrir FG. Þetta er búin að vera að tína saman núna, hvað? 4 rándi röð? Já, mér sýnir það. Hittir ekki, tekur allt og mikið skaða þarna og Goggi feiti refsað fyrir það. En Andrea er honum til bjargar þarna. Já, hefur tíma til að ná honum upp á öllum líkindum. Vita hann sé að reyna að lífga hann við, ná því, hvað sé fyrst. Já. Einum í kistunni hafði hann nálægt. Fortnite er rosa mikið svona helmingur skotleikur, helmingur food simulator. Þú er bara að horfa á fólk drekka og borða. 7-4. Sem er mikilvægt. Já, mikilvægt. Næra sig. Algjörlega. Ég gleyma því krakkar. Búinn að horfa á Hjöppo núna bara í 5 umferðir. Hann er búinn að gera vel hérna. Þetta var alveg stökk hérna, gerir góða skaða. Meðan beint fyrir ofan sig. Hlæra þeim. Íbúlega. Ég er að koma. Já, hann er að tonta. Já, 8-4. FG algjörlega búinn að taka þennan leik í hendurnar á sér. Ég held að Hjöppo eigi bara gott erindi í deildinni. Það er ekki í inni. Já, hann er að gera góða hluti hérna allavega í kvöld. Já, ég sé það líka bara með mekaníkum sko. Já. Flottur, nær Gogga hérna út. Það var að skemma húsið hjá honum. Blésa húsið. Já. Ég blæs og blæs. Ekki hús þetta koll. En Vítum að vera núna. já, verðist ekki alltaf finna. Jú, finna hann. Beint á honum. Inn í sama herbyggi. Já, gefur hann kosta. Það var að flauta. Og meðan er Maggi liðsfélagið að skríða þetta niður í hjálp. Stráka. Nei, það er að vita núna, að vita það er náttúrulega allir sem spila Fortnite. Priority 1 er að emota óvinni, Priority 2 er náðum við. Nei, það er Priority 2 að lúta. Já, áreindar, lúta, Priority 3, eitthvað annað, síðan þú er komin í Priority 99, náðu liðsfélaginu upp þarna einhvern tímann. Ef hann ennir. Ef þú vilt, bara, ef hann er, þú veist. Það var sko hérna, núna í þessu seasoni, þá er svona killur. Já. Sem getur, maður fleitir, þú veist, eitthvað áfram ef Þú veist, hann var að gera? Já, hann var að gera. En svo er það búið að tíðka sko ef að hérna þú
kannski solo queuar í tríos með einhvern veginn að spila saman. Þú ert dánaður að búa til svona tennisvöll og verður bara að nota þig sem bolt. Og tennisbolta á milli, já, ég hef alltaf notað tennisvellina en þá er það bara að kasta þeim á milli. Já. En það er svona að maður dánar eitthvað akkurat á tennisvellunum, sko. Það er líka bara til að BM-a, sko. En loksins, FB nær hérna einu róndi tilbaka. En fáum við allavega núna að fylgjast með The Vulture. Búið að vera svolítið síðan við fengum að horfa á hann. Nær að tengja hana vel. Það er skaða hérna, mikinn. Þetta var högg. Og hann er núna í nöðavörn en tekinn hérna af Hjóbo. Hjóbo bara geggjaður í þessu leik. Já, núna bara Skúlmundur einn hérna eftir að reyna eins og hann getur að halda þessu rándi lifandi fyrir liðið sitt. En það er bara aftur margir komnir í kringum hann, allir að skjóta hann, hríðskotasveitin. 39 í líf og hann er að byggja og byggja, komin inn í ringin líka og næri einhvern veginn að hlaupa smá. Laminn svo bara. Já, það er ekkert hægt að gera þessu 10-5 fyrir FG, 2 ránd til viðbótar fyrir þá. Það sem þeir þurfa til að setja þetta í 2-1. Byrja vel, nærgóður tengingu hana. Skúlmundur úr loftinu. Þetta var ekki lengi gert fyrir FG. Má tveimur strax í byrjun. Og eiginlega sama staðan komin aftur upp þar sem hann bara einn eftir að reyna að halda sér á lífi. Allir komin í kringum hann, fór að brjótast inn. Andri nær þetta svarið. Já, hann er eitthvað að reyna. En FB nær öðru róndi tilbaka, 10-6 núna. Já, þetta er alltaf 10-9, sýnist mér. Það er bara nærannum strax í byrjun. Vulture. Áfanglugan, nærskoti, dánar einn. Komum svona hít í FB-drengina. Þeir vilja ekki leyfa sér fara frá sér svona auðvitað. Það ætla ekki að taka þessu liggjandi. Nei. Okkur til mikilvæg gleði. Við viljum heim. Jæja, þeir eru komnir hérna góða línu, Vulture. Nær honum Hjóbo út. FB mögulega búin að tryggja sér hérna eitt ránd til viðbót eða hvað? Á svolítið liðanlega nágranna sem ætlar ekki alveg að leyfa honum það. Nær að tengja á einn hana. Tekin út. Þá er þetta Gogga og Skúlmund fyrir FB. Tekst mikið skaði inn í hringnum. Já. FB 7 ránd núna. Já, snöggur að finna Gogga. Andri tekinn líka tilbaka. Þeir eru bara að horfa á þetta saman, ætla bara að knúsast. Já. Hjálp! 1 HP. Hjálpaðu mér. Já. Hann er númer 1, segir hann. Þetta var ekki lengi gert. Nei, 10-8. FB allt í hennu virkilega búið að stíga vel tilbaka hérna. Þetta byrjar að hörku. Goggi smá vandræði með hana. Maggi tekinn út, Hjóbo tekinn út. 10-9. 10-9 syns mér þetta ætla að vera. Ekki nema að hann á að galdra eitthvað þarna hinum megin.
Nei, Yes. 10-9. Núna gerir ég ráð fyrir að þú viljið sjá FG vinna 2 rándi viðbótar þegar þinn spátum að rætist. Já. Okkar. Okkar, sameiginlegi spáfundur. Tekur skaða, góðu skotið hana tilbaka. Já. Rítur sig hann inn, ón á hann. Búin að tína honum. Skúlmundi tekin út. Góð byrjun fyrir FG. Nær honum í loftinu þarna, vel gert hjá Gogga. 2-2. Goggi með gott skot. Goggi hins vegar tekinn niður. Það var Vulture, 1 eftir. Hann nú betur en enginn. Nei, kominn samt inn í stormin hérna, tekur skaða, verður eiginlega að ná honum undan. Nær því 10-10. Og eins og þú sagðir á hann að þú spáðir að þetta myndi vera 12-10. Ég sagði hann fyrst 12-11 sko. Reyndar rétt. Ég mun alltaf bara að breyta því sem þú sagðir þangað til þetta lendir sko. Já, Goggi tekinn út. Spjótur að svara. Það að klára hann alveg hana, en það vill væntanlega ná líka félagin sem við, en þeir ætla ekki að leyfa honum að það auðvitað. Alvöru skotana hjá Magga. Núna 2 á móti Skúlmundi. Ég hugsa að liðið sem að vinnur þetta ránd vinnir leikinn. Já. Ég held að betra liðið tekinn það, sko. 11-10. Það sko fara að reka eftir mér heimsýn. Fyrir FG, já. Við erum hérna í seinustu umferðinni að öllum líkindum miðað við þessa byrjun. Nei, ég segi svona, hann er með 1 í líf. Hann er að hýla sig upp hérna. Verð ekki með þetta. Ég heit svo langt í burtu frá mér. Hann hefur verið að brjóða sér fyrir að koma í burtu, Maggi tekir út hérna. FG með góða byrjun, Skúlmundur tekur hann út. Allir 3 hérna saman. Fáum fylgjast með Hjóbó núna. Andri og Hjóbó vilja vera stórir hérna fyrir liðið sitt. Hjóbó í vandræðum. Og tekinn út, Andri reynir að svara, nær því ekki. 11. Þetta getur ekki verið tæpara. Þetta gæti ekki verið tæpara. Hver tekur þetta? Er það bara FB eða FG? Vulture. Búinn að finna 1. Nær ekki. Jú. Þetta er hann. Nær góðri tengingu hana. Goggi tekið niður. Vulture verður að ná honum hérna til að jafna. Missir af honum. Nú búinn að umkringja hann. 1 fyrir ofan, 1 á hliðinni. Komið leikmenn í baki, 1 hliðin á sér. Lítið sem hann getur gert hérna að reyna að byggja í kringu sig til að halda sér á lífi. Hérna bara ég. En hvað er Skúlmundur? Já, góð spurning. Ég var að hugsa hvort það væri bara 1 á lífi með að Skúlmundur reyndi að hjálpa honum hana. Komið 1 hliðin á sér, Vulture tekur út Skúlmundur hérna. 1 eftir. Er FG að fara að tryggja sér 1 stig á móti FB. Tekur stormin hérna. Já. Hættulegt. Já. Allir búin að umkringja hann. Þetta lítur ekki vel út. Hann 1 á móti 3. Lítið sem Skúlmundur getur gert hérna annað en að taka stormin og það er annarkvæmt það eða kúlurnar.
og bæði enda með fallinu hans. FG nær að sigra hérna í Fortnite og þetta hefði ekki getað verið tæpara kvöld, allir leikirnir. Bara hefði ekki getað verið lengra kvöld heldur. Já. Það bara allir leikir jafnir og... Allir leikir, þú veist, overtime í Counter-Strike, við töluðum virkilega jafnan Rocket League leik og síðan... 3 Rocket League leikir, overtime í Counter-Strike og 12-11 hérna. Og síðan alltaf og Crash hjá Vodafone. Algjörlega, þetta var bara virkilega gott kvöld samt, annars frábæra leikir fyrir utan kannski Crashið. Ég hefði kannski tekið það frá þessu kvöldi ef ég hefði fengið að ráða í, en núna þá FB Tekniskólinn, það það sem að fara að gerast næsta miðvikudag. FB búin að tryggja sér inn í úrslitin og miðað það sem við erum búin að sjá í kvöld, þetta að fara að vera hörku leikir. Þökkum FG fyrir. Við þökkum FG klálega fyrir, voru flottir í þessu móti, FB kannski aðeins og stór biti, örlítið, pínu, munaði hársbreyt, aðeins og stór biti, en Tekniskólinn klálega liðið til að vinna í þessu móti, sló út besta liðið, eru með virkilega öflugt Rocket League lið og gott Fortnite lið. FB frábært CS lið og hin liðin bæði nokkuð þétt, þannig að það verður hrein og beinskemmt. Það held ég, frábært. Þetta var búið að vera geggjað, við ætlum ekki að hafa þetta lengra, við stöðum vel á eftir áætlun, þannig að við þökkum bara kærlega fyrir ykkur, við sjáumst á næsta miðvikudag 16. apríl og í úrslit á Tekniskólinn FB. Takk kærlega fyrir okkur og við sjáumst seinna.